Lögmálið og spámennina. Þannig að það svo margt fólkið í þessu eina boðorði að við eigum að elska hvort annað. Dýr sé Guði. Við erum á spennandi tímum hér í Smárakirkju. Það allt í gangi í kirkjun okkar. Og það spennandi bara einhvern veginn framtíðarsýn í kirkjun okkar og mér langar þess vegna að tala efni sem að kannski skiptir okkur gríðarlega miklu máli þegar við erum að vaxa á göngunum með Guði. Og mér langar að tala efni sem að ég hef verið reynd varðandi ítrekað. Guð hefur oftar en einu sinni stoppa mig þar sem að ég hef verið að gera ákveðna hluti, verið í kringum ákveðið fólk og Guð hefur vilja fæja mig, vilja hjálpa mér að lifa, þið vitið, lífi í gnægð. Og mér langar til þess að fara í þetta sem að kemur upp. Þetta yfirskriftin þinn innsti hringur. Halleluja, þinn innsti hringur. Og við vitum að það skiptir gríðarlega miklu máli hvaða fólk við leyfum að vera í okkar innsta hring. Og ég held að við gerum okkur stundum ekki alveg grein fyrir því hvaða mikilvægt að velja vel. Það mikilvægt að velja maka vel. Má ég heyra amen fyrir þá sem eru, já. Það gríðarlega mikilvægt. Út af því að þínar innstu tengingar hafa rosalega mikið að gera með gæði lífsins. Og leyfið mér aðeins að útskýra. Ég stæði ekki hér í dag ef ég ætti ekki maka eins og alla. Guð veit nákvæmlega hvað við þurfum, þannig að gæði sambandana sem eru í kringum okkur skiptir gríðarlega miklu máli. Veljum bestu vinina vel. Verum ekki, ekki með eitthvað fyrir augunum og látum eins og hlutirnir séu í lagi þegar þeir ekki í lagi. Það þýðir ekki, vinir, að við eigum ekki að elska alla. Við eigum að elska alla. Má ég heyra með? Við eigum að láta okkur þykja vænt allt fólk og við eigum að hvetja fólk, við eigum að blessa fólk, við eigum að styðja það á göngunum með Guði og við eigum að sjá það blómstra. En meiri segja Jesú hafði innsta hring og það mikilvægt, vinir, að við lærum af Biblíunni því að ef við erum bara heyrendur orðsins en ekki gjörendur þá svíkjum við sjálf okkur. Og við fáum ekki það út úr orðinu sem að Guð vill fyrir okkur í orðinu. Má ég heyra amen? Þannig að innsti hringur skiptir gríðarlega miklu máli. Að velja góðan maka, að velja bestu vini sem ekki bara segja já og amen við allri vitleysunni sem að kemur frá mér, heldur vini sem að hjálpa mér að verða betri manneskja. Eru tilbúin að sjá gullið en eru líka tilbúin að segja mig til þegar svopur undir. Og ég bara komin á þann stað að það hefur aldrei borið undir núna síðustu 5-10 árin. Má ég heyra amen, Jóhanna? Jóhanna bara no comment, no comment. Þannig að þetta lögmál innsta hringsins. Og mér langar aðeins að fara svona í leiðtogafræði hér í dag út af því að leiðtogafræði koma að sjálfsögðu beint upp úr Biblíunni og árangur leiðtogans byggist á hans innsta hring. Og þú hugsar, já, ég nú kannski ekki leiðtogi, það eru allir leiðtogar hér í dag. Við erum öll leiðtogar yfir okkar eigin lífum, við erum leiðtogar og við höfum áhrif hjá fólkinu sem í kringum okkur. Þannig að tökum öll til okkar það sem ég ætla að fara að tala hér í dag. Köllun Guðs á okkar lífi alltaf stærri en bara fyrir mig. Hún alltaf stærri en það sem ég ein get borið uppi. Þess vegna hefur Guð ákvarðað að við komum saman því að í fjöldanum að þá myndast kraftur sem ekki hægt að finna annars staðar. Guð þráir að við göngum gönguna saman. Biblían kennir að maður brýni mann.
Og Guð hefur áhuga á að við göngum gönguna saman, að við lærum saman, að við vöxum saman. Þannig að hvaða fólk í þínum innsta hring, það hefur raunveruleg áhrif á gæði lífs þíns. Það hefur raunveruleg áhrif á það hvert líf þitt stefnir. Og vinir, það hefur áhrif á útkomuna eiginlega úr öllum gæðum lífsins. Og Guð hefur gefið okkur gæði sem að hann vill útdeila á meðal okkar. Við þurfum að taka við gæðum drottins og við þurfum að ávaxta gæðin vel. Má ég heyra amen? Leyfið mér aðeins að fara inn í þetta betur. Páll postuli var að tala við kirkjuna og hann til dæmis átti góðan vin sem að hét Apollos. Og þegar Páll postuli var að tala Apollos, þá talaði hann synergo, sem er synergy á ensku, sem þýðir samlegð. Það þýðir það að þegar tveir koma saman, þá myndast meiri kraftur heldur en þegar einn bara einn sísliðis á göngunum með Guði. Af hverju það? Því að einn fellir 1000, tveir 10.000. Og þetta lögmál synergy hefur verið bara staðfest og það var staðfest með þeim hætti að hestur var látinn draga 1500 kíló, 1,5 tonn og hann gat dregið það einn sínslið 1,5 tonn. En þegar 2 hestar voru með jafn ok, þá gátu þeir ýtt úr vör 6,5 tonnum. Og það sama gildur ríki Guðs. Þegar við komum saman í einingu andans eins og við erum hér í dag, þá leysast úr læðingi kraftar sem að Guð hefur fyrir okkur. Og við finnum það, þegar við komum á samkomi, það eins og skýsólan sem fyrir augum okkar, hún víki og við sjáum Guð með einhvern skýrari hætti og við erum full af orku, við erum full af hvatningu í sál og anda og allt í einu getum við gert hluti sem við höfðum ekki geta gert áður. Þetta Guðs leið til þess að blessa líf sinn, hann gerir það með öðru fólki. Og vinir, tökum eftir því sem að Guð að leiða inn í líf okkar. Því það skiptir máli að velja vel þá sem að fá að ganga með sér lífsins göngu. Og vinir, við þurfum að vera á miklu meira varbelgi gagnvart fólkinu í kringum okkar og reyndar segir ritningin það á síðustu dögum þá verða margir úlfar sem að reyna að komast í ríki Guðs. Og út á úlfunum að þá þurfum við að passa okkur enn frekar að vera með kenninguna alveg á hreinu. Þannig að við látum ekki glepjast að sérhverjum kenningar vind, heldur við stöndum stöðug. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að við stöndum stöðug. Og Guð vill gefa okkur góða vini til þess að við rötum betur göngunum með Guði, að við séum betur hæf á göngunum með Guði, að við rötum beinar brautir. Og ég ætla bara að segja ykkur það, vinir, Smárakirkja komin á beina braut. Og við ætlum að fara upp og við ætlum að fara áfram. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum að rata beinabrautir og við ætlum að upplifa þennan kraft sem að Páll talar varandi Apollos, þetta synergy. Við ætlum að upplifa samlegðar áhrif þegar við göngum gönguna saman í einingu, í bandi friðar. Og vinir, þegar við gerum það, að þá gerir Guð alls konar hlutir sem að við skiljum ekki einu sinni, en Guð stærri en okkar skilningavit. Halleluja. Hann miklu stærri en okkar skilningavit. Halleluja. Má ég heyra amen. Af hverju samfélag? Jú, í einingu og í rétta samfélaginu vinnast stóri sigrar. Halleluja. Og þetta lögmál, bara þannig þið áttu ykkur á, þetta lögmál í öllu lífinu. Þetta lögmál synergy. Þetta synergo eins og Páll postuli talar og við sjáum þetta til dæmis í íþróttum. Hver þekkir ekki Michael Jordan? Hverju þekkja Michael Jordan? Einn besti
körfuboltamaður allra tíma, magnaður einstaklingur, alveg svakalega góður körfuboltamaður. En staðreyndin svo að Michael Jordan hefði aldrei verið eins öflugur og hann hefði ekki verið fyrir Scottie Pippen. Scottie Pippen í rauninni gerðan að þeim ofboðslega mikla íþróttamanni sem að við öll þekkjum. Þetta lögmál synergy. Og vinir, hefði allir ekki verið svona lánsamur að finna mig. Amen. Takk bróðir Guðmundur. Halleluja. Það hefði aldrei verið þessi kingi magnaði kraftur í lífi alla. Og þessi kraftur var svolítið mikið vesen á köflum. Það voru svona alls konar erfileikar svona hérna fyrir utan, en líka kraftur í einingun okkar. Og ég að segja ykkur, vinir, Alli gerir mig svo miklu betri heldur en ég út af því hann allt öðruvísi en ég. Og ég gerir líka Alla betri. Alli, viltu gefa vitnisburð kannski hvað hef ég langan tíma? Þannig að lögmál synergy skipta máli. Þannig að þegar við erum á göngunum með Guði, veljum vel hvaða fólk fer í okkar einsta hring. Veljum vel maka, veljum vel bestu vini. Við getum ekki valið börnin okkar, en þau læra þetta. Halleluja. Takk, Jesús. En pointið þetta. Guð þráir að gefa okkur þetta guðlega eðli. Og vini, þetta guðlega eðli sækist eftir því að halda áfram upp í móti. Við þráum að fá meira frá drottni. Við þurfum að vaksa upp til höfuðsins sem Kristur. Og ef þú ert í kringum fólk sem að vill ekki neitt með Guð hafa, þá mun það draga þig niður. Það mun hafa áhrif á göngu þína í gegnum lífið. Og það sem að Guð vill gefa okkur að við rötum beina brautir, að við séum að lyftum hvert öðru í kærleika, að við séum að sjá sigra hvor annars og við séum í einingu í bandi friðar. Má ég heyra með hann? Og vitið það, þegar við byrjum að ganga þessa göngu og við upplifum þetta, og vinir, Smárakirkja full af fólki sem með þennan kingi magnaða kraft. Og við þurfum að læra að tengjast hvort öðru í kærleika til þess að vaksa upp og sjá Guð gera stórkostlega hluti, ekki bara í kirkjun okkar, heldur í landin okkar. Og ég virkilega trúi því, við erum á bjargbrún einhverju alveg stórkostlegu. Við munum sjá fullt af fólki, við erum að tala 1000, 10.000 sem að muni frelsast á Íslandi. Við ætlum að sjá þessa kirkju troðfull af fólki. Það verður vandræðalegt hvað verður margir hérna. Og við ætlum að hafa fleiri en eina samkomu á sunnudegi. Ég ætla bara að tala það út. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Og mér langar til þess að aðeins fara inn í það hvernig við getum lært af orði Guðs, hvernig mikilvægt að velja sig þá sem að við erum í kringum. Og mér langar til þess að fara í fyrir Samúelsbók í 18. kafla, og þetta að sjálfsögðu frásögnin af Davíð konung sem var, eins og þið vitið, mesti konungur Ísraels fyrr og síðar. Davíð konungur var mistökumaður, gerði fullt af alls konar glóríum, en hann hafði auðmýkt í hjarta sínu. Og Davíð konungur svo sannarlega mikil blessun fyrir okkur í dag, því að enn í dag þá syngjum við sálma og annað slíkt sem á tilvísun í sálma Davíðs, því að hann var ekki bara hermaður Guðs, hann var líka ljóðaskáld. Og þegar hann lenti í alls konar raunum, og þær voru margar raunir Davíðs, að þá hafði hann vit á því að reiða sig ekki á eigið hyggjuvit. Það sem að Davíð gerði, hann fór að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Og vinir, þegar við förum í kringumstæði lífsins, að þau þurfum að gera eins og Davíð konungur gerir. Við þurfum að fara að lofa Guð í staðinn fyrir að vera neikvæð eða tala dauða. Þá þurfum að lyfta upp nafni drottins Guð yfir öllar kringumstæði lífsins. Halleluja. Og þegar við lærum að gera það, þegar okkur líður ekki vel að fara að lofa drottin, þegar okkur líður ekki vel, segjum drottin, ég veit ekki hvað ég að fara í gegnum, en ég þakka þér að þú ert með mér allt til enda.
Drottinn, ég vil bara blessa þig fyrir góða vini, ég vil blessa þig fyrir fjölskyldu mína, ég vil blessa þig fyrir nútíð og framtíð. Og vinir, þegar við höfum lofsöng Guðs á vörum okkar, þá fer hann að rétta við, þá eru dalirnir ekki svona djúpir. Og vinir, þegar við förum að lyfta upp nafni Jesú eins og við eigum að vera að gera, þá munum við sjá sigra sem við höfum aldrei séð áður. Og vinir, þegar við lyftum upp nafni Jesú, að þá gerir hann alls konar hluti í kringum okkur, hann lætur allt samverka til góðs. Og ég hef stundum horft tilbaka og hugsa bara, Drottinn, þú ert magnaður. Hvernig jafnvel erfiðustu kringumstæður lífs míns hafa samverkað mér til góðs. Og það sem að Guð gerði fyrir mig, gera hann líka fyrir þig. Halleluja. Þannig að í 1. Samúelsbók 8. kafla við ætlum að lesa í versi 1. Þegar samtalið Davíðs og Sáls lauk, vingaðist Jónatan við Davíð. Jónatan var sonur Sáls. Jónatan elskaði hann eins og sjálfan sig. Og það nú einhverjir búin að vera að spá í það hvort þetta hafi verið eitthvað svona sérkennilegt samband á milli Jónatans og Davíðs, en svo var ekki. Þetta orð elskaði, þið sem að þekkið hebresku og grísku áttuðu ykkur á því, að það eru mörg orð yfir elsku í hebresku og grísku. Þetta orð elskaði hefur með djúpa, einlæga bræðra kærleik að gera. Og það er það sem að Guð vill gefa inn í hjörtum okkar. Það er þennan systkina djúpa kærleik eins og ég ber til Jóhann og Jóhanna ber til mín. Það er þessi djúpi kærleikur, ég er tilbúin að fórna nánast öllu fyrir systur mína. Það er það sem að Guð vill setja í hjart okkar, gagnvart okkar andlegu systkinum. Lesum áfram. Frá þeim degi tók Sál Davíð til sín og meinaði honum að fara heim til föður síns. Mér langar aðeins að staldra við þarna líka. Eins og þarna kemur í ljós, þá er Sál ekki vandaður. Hann meinaði Davíð að fara heim til sín. Sál var óöruggur leiðtogi. Hann var afbrýðisamur leiðtogi. Hann var leiðtogi sem að Guð vildi skipta út af því að hann bar ekki virðingu fyrir ákvörðun Guðs. Og vinir, þegar Guð kallar okkur á göngunum með sér, þá vill hann að við leiðum af integrity. Hvað er aftur íslensku orði fyrir það? Heilindi. Vinir, það sem að vantar í kirkju Guðs eru heilindi. Þegar við leiðum aðra, þá þurfum við að hafa heilindi. Já okkar þarf að vera já og nei. Og við þurfum að vera örugg með allt sem heitir heilbrigð mörk. Heilindi þurfa að vera ríkjandi í kirkju Guðs. Má ég heyra amen? Þannig að byrjum þar, heilindi. Og við eigum ekki að riðlast á annars manns braut. Það er nóg pláss fyrir alla. Við erum ekki hér að vera öfundsjúk út í einhverja gjöf sem einhver annar hefur. Guð hefur eitthvað einstakt innra með öllum hér. Þannig að við erum ekki afbrýðsöm, við ætlum að vera eins og Davíð, við ætlum ekki að vera eins og Sál. Má ég heyra amen? Höldum áfram. Vers 3. Jónatan gerði sáttmála við Davíð, af því hann elskaði hann eins og sjálfan sig. Jónatan tók af sér yfirhöfnina sem hann bar og gaf Davíð hana. Hann gaf honum einnig herklæði sín, jafnvel sverð sitt, boga og belti. Og þetta orð, bara þannig ég kom aðeins inn á það, þetta orði kærleikur, hann elskaði, þetta orði faleo, sem þýðir, eins og ég sagði áðan, bróður kærleikur. Þarna sjáum við þessi vers og þau láta kannski ekkert mikið yfir sér. En það sem að Jónatan hafði var að hann sá gjöfina innra með Davíð. Og vinir, við þurfum að vera með fólk í kringum okkur sem að sér gjöfina innra með okkur. Og við þurfum að leyfa gjöfinni innra með hvort öðru að blómstra. Það sem að Jónatan gerði var reyndar alveg stórmerkilegt og kemur þarna berlega fram. Hann tók skikkju sína af sér.
Skikkjan sagði í rauninni, ég arftaki ríkisins. Skikkjan gaf til kynna að hann átti að verða næsti konungur. En út af því hann sá innra með Davíð eitthvað sem hann gat ekki séð, að þá vildi hann beygja sig fyrir Guði og hann vildi lyfta upp í Davíð. Þess vegna gaf honum skikkju sína, belti og sylgju. Og vinir, við þurfum að átta okkur á því að þegar við erum að ganga gönguna, þá þurfum við að passa halda ekki hvort öðru niðri. Það er konungur innra með okkur öllum sem að þarf að lýsa og rísa. Við þurfum fólk eins og Jónatan sem tilbúin að sjá gullið í okkur. Og vinir, við þurfum fólk sem tilbúin að leggja niður sitt eigið til þess að lyfta upp í náunganum. Og þegar við erum með kirkju sem tilbúin að lyfta upp í náunganum en ekki vera svona umhugað eigin þarfir, þá munum við sjá gegnum brot sem aldrei fyrr. Má ég heyra amen? Við vitum það að þegar Jesú kom til jarðar, þá kom hann sem þjónn, hann gaf allt til þess að vera okkur innan handar. Og vinir, rétt eins og með Jesú, að þá þurfum við að vera tilbúin að leggja niður okkar líf til þess að við getum séð fólk rísa upp sem aldrei fyrr og verða það sem að það á að vera. Má ég heyra amen? Þannig að Jónatan var ekki bara að gefa yfirhöfnina sína, hann var að leggja alla framtíð sína að veði. Og vinir, þegar við erum komin inn í það umhverfi, þegar kirkjan komin á þann stað, að við erum ekki svona umhugað okkar eigið, heldur við erum umhugað að fólk eins og Gunnar fá að blómstra, að fólk eins og Gunnar fá að blómstra. Þegar við erum fann að lyfta upp hvort öðru, þegar við sjáum gullið innan með mömmu, við sjáum gullið sem innan með okkur öllum, þá fer kirkjan að virka eins og hún á að virka. Og vinir, hefði allir ekki verið gefið mér, ég ætla bara að segja ykkur það, ég stæði ekki hér í dag. Því að alveg frá fyrsta degi, þá hefur allir séð eitthvað innan með mér sem ég sé ekki sjálf. Og mér langar að útskýra þetta aðeins betur. Ef ég myndi fara til alla á eftir og ég myndi segja, veistu allir, ég held að ég að vera forseti Bandaríkjanna. Á hverju þetta svona fyndið? Nei, tjók. Þá myndi allir segja, Sibba mín, ef eitthvað getur þá ert það þú. Ég get ekki útskýrta hvað allir mikið blessun inn í mitt líf. Og vinir, hefði ég ekki alla, þá hefði ég ekkert sjálfstraust til að standa hér í dag. Það fyrir alla og það fyrir Guð. Halleluja. Og hann trúfastur, hann veit hvað hann að gera. Þannig að hann hefur rétta fólki fyrir þig. Spurningin bara, hverja ertu búin að hleypa að í þínum innsta hring? Og þegar við skoðum söguna Davíð konung, þá var Jónatan hetjan. Það var Jónatan sem lagði allt sitt í sölurnar til þess að Davíð fengi að blómstra. Það var Jónatan. Og vinir, fólk, Guð að reisa upp Jónatan hér í dag. Guð að reisa upp Davíð, en hann líka að reisa Jónatan. Og vinni, stundum þarf ég að leggja mitt niður til þess að einhver annar fá að blómstra, verði vilji Guðs. Má ég heyra amen? Og ef við værum meir eins og Jónatan, þá myndum við sjá stóra sigra í ríki Guðs. Halleluja. Má ég heyra amen? Það vill kannski ekki vera Jónatan eða hvað. Halleluja. Hann lagði sína köllun niður til þess að sjá köllun Davíðs verða veruleika. Jónatan tók af sér skikkjuna og skikkjan táknaði konungdóminn. Hún táknaði það að hann var erfingi. Þeir voru bundnir saman í kærleika. Alveg sama hvað gekk á, þeir voru bundnir saman í kærleika. Alveg sama hvað gengur á í mínu hjónabandi, við alla verum bundin saman í kærleika. Og við þurfum að taka ákvörðun þegar við erum búin að finna okkar fólk, okkar tribe, so to speak. Að þá þurfum við að vera dugleg að rækta fólkið okkar og við þurfum að blessa fólkið okkar og við þurfum að vera tilbúin og vera uppörfun fyrir fólkið okkar. Halleluja.
Er ég að segja satt eða er ég að segja satt? Halleluja. Og ég ætla bara að lýsa því yfir. Það þarf sterkan karakter til þess að gera það sem að Jónatan gerði forðum daga. Hann greiddi götu Davíðs til þess að verða konungur. Hann elskaði hann svo mikið að hann sá gjöfina innra með Davíð. Hann sá hver átti að ríkja, Guð hafði valið. Og við getum séð þetta svoleiðis. Facebook-vinirnar okkar, það er stóri hringurinn okkar. Ég þekki ekki einu sinni alla mína Facebook-vini. Það eru ekki raunverulegi vinir. Það eru svona acquaintances, það eru svona kunningjar. En Jesús, þegar hann gekk þá valdi hann 12. Og mér langar til þess að fara í Lúkas, í 7. kafla í vers númer 12. Og það stendur svo: en svo bar við þessar mundir að Jesús fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Þetta er Jesús, sonur Guðs, sem að dó á krossinum. Og dagur rann, kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá apóstola. Vinir, Jesú gerði þetta. Facebook-vinir eru alveg ágætir í sjálfu sér, en þú þarft að velja þinn innsta hring. Og reyndar það þannig að Jesú af þessum 12, þá voru 3 í innsta hring sem hann gerði allt með. Af hverju? Því að þeir hafðu annan anda. Það er bara þannig. Og það sem að virkar fyrir mig, virkar ekki endilega fyrir þig. En finnum fólk og biðjum Guð að mæta okkur og opna augun fyrir fólki sem að við eigum að ganga gönguna með. Má ég heyra amen? Þannig að Jesú gerði þetta og við ætlum að gera þetta. Amen. Halleluja. Þeir sem að voru næstir Jesú voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Og mér langar til að spyrja 3 spurninga. Og það eru spurningarnar sem að við þurfum öll að spyrja okkur sjálf til þess að ná árangri hvað þetta varðar. Fyrsta spurningin er þessi: er viðkomandi með hjarta fyrir Guð og hans vilja? Ég ætla að spyrja aftur: er viðkomandi með hjarta fyrir Guði og hans vilja? Þetta var Davíð algjörlega með á hreinu. Það stendur í Sálmi 1, það stendur svo, man ekki einu sinni hvernig stað: sæll er sá maður sem fer eigi á ráðum óguðlegra. Eigi situr í hópi þeirra sem hafa Guð að háði. Hérna kemur það: sæll er sá sem eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur götur syndara og eigi situr í hópi meðal háðgjarna. Heldur hefur yndi á lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðursett við rennandi læki og ber ávöxt á réttum tíma og blöð hans visna ekki. Það sem að við erum að gera núna, við erum að setja línu í sandinn. Við ætlum ekki að sitja í hópi þeirra sem hafa Guð að háði. Má ég heyra amen? Við ætlum ekki að sitja og fá ráð hjá þeim sem hafa Guð að háði. Veldu góða kristilega vini, fólk sem að sér möguleikan innra með þér, fólk sem að sér gullið innra með þér, og við ætlum að hafa í okkar innsta hring fólk með hjarta fyrir vilja Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að fyrsta spurningin er þessi: er viðkomandi með hjarta fyrir Guði og hans vilja? Ef ekki, endurskoðaðu val þitt. Ég hef þurft að gera það. Ég hef þurft að endurskoða val mitt. Ég hef þurft að velja betur. Halleluja. Númer 2. Eru þau með hjarta fyrir sýninni? Vinni, það er sérstök sýn í Smárakirkju. Við ætlum að sjá fólk vaksa og dafna og taka flugið og vera ernir.
á göngunum með Guði. Við ætlum að sjá fólk verða allra besta útgáfa sjálfu sér. Hvernig verður það í Guði? Og við ætlum ekki að sætta okkur við einhverja meðalmennsku, við ætlum að sjá árangur. Má ég heyra amen? Þess vegna skiptir máli, viðkomandi með sömu sýn? Allir með sömu sýn. Ég og allir eru með sömu sýn, þess vegna ganga hlutinni vel hjá okkur í hjónabandinu. Má ég heyra amen alveg? Halleluja. Allir bara, Sömu sýn. Sýn skiptir máli. Reyndar talað sýn en hún alveg ofboðslega mikilvæg. Ef það ekki sýn í kirkju þá ratar fólk ofan í skurð. Þannig ég spyr, hvert ertu að fara? Makið þinn á sömu leið? Kæró á sömu leið? Við á sömu leið? Hverjir vilja sjá árangur í Guðsríkinu má ég sjá hönd á lofti? Það eru allir sem að vilja sjá árangur. Þannig að við erum hérna samansafn af örnum. Halleluja. Þannig hér gott að mynda vinskap. Ertu með hjarta fyrir sýninni? Það nefnilega ákveðið DNA í Smárakirkju. Og við viljum að þeir sem að hinga koma upplifi hvernig þeir geta orðið sterkir á göngunum með Guði. Guð hefur nefnilega ákvarðað að við værum meir en sigurvegarar. Þannig að þótt að við rötum ýmis konar raunir, þá ætlum við ekki að byggja okkur hús í dalnum. Við ætlum að halda áfram á sigurbraut. Má ég heyra amen? Og við ætlum að hafa augu okkar til fjallana því að hvaðan kemur okkar hjálp. Hún kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Halleluja. Hann mun eigi láta fótinn skriðna. Vörður þinn, hann blundar ekki, hann sefur ekki. Hann vörður Ísraels og hann vörður þinn. Halleluja. Þannig að sýnin vinir, hvert þetta fara? Veldu fólk í þinn einsta hring sem að fara sömu leið. Þetta gott. Halleluja, þetta nefnilega bara mjög gott. Og vinir, við þurfum að læra ef að sýnin okkar stundum brengluð og hún getur alveg orðið brengluð. Þá þurfum við að endurnýja hugarfarið okkar. Við þurfum að láta orð Guðs leika hug okkar. Og ég oft þannig að þegar sýnin mín týnist að þá fer ég orð Guðs og ég fer að tala það yfir líf mitt. Ég fer að minna mig á hver ég Og hér fólk sem þarf að minna sig á að þeir eru meir en sigurvegarar í drottni. Allt megnar þú fyrir hjálp hans sem að þeir styrkan gjörir. Þannig að lyftum höfðum okkar. Höfum sýnin á hreinu, minnum okkur á hvað við ætlum að sjá og bara eitt í viðbót. Ég búin að segja mörgum sinnum á dag núna í heila viku við ætlum að sjá kirkjuna fyllast af fólki. Hvet ykkur til að taka þátt í þessu, tala þetta út. Við ætlum að sjá kirkjuna fyllast af fólki. Hér nefnilega gott að vera. Halleluja. Sýnin okkar. Það númer 2. Númer 3. Og kannski það sem skiptir öllu máli. Þið með hjarta fyrir þér? Jónatan hafði hjarta fyrir Guði og það sem að meira var í lífi Davís, hann hafði hjarta fyrir Davíð. Jónatan var tilbúinn að leggja niður sitt til að sjá Davíð ríkja því að það var köllun Davís að verða mesti leiðtogi sem Ísrael hefur alið. Og vinir, ef það ekki fólk þannig í kringum þig sem að sér þetta, sem sér möguleika með líf þitt, þá skaltu vara þig. Því að það mjög mikilvægt að hafa í sínum einsta hring fólki sem að sér hvert þú átt að fara. Og vinir, það sem við þurfum að gera líka, það talað það í Biblíunni, á síðustu tímum að þá mun kærleikurinn kólna. Við sjáum svo mikið fólk sem bara upptekið að sínu eigið. Það nennir ekki einu sinni að taka utan náungan. Vinir, það ekki kristilegt.
Það sem að við eigum að gera á göngunum, við eigum að glæða elda kærleikans. Við eigum að sjá möguleikan innra með fólki. Þegar fólk mætir ekki á samkomu þá eigum við að senda viðkomandi, við eigum að taka upp tólið og hringi viðkomandi. Við eigum að elska eins og Drottinn elskar. Og vinir númer 3, eru þau með hjarta fyrir þér? Og ég spyr hér í dag, erum við með hjarta fyrir hvort öðru? Því að við verðum að vera með hjarta fyrir hvort öðru. Halleluja. Við þurfum að vera með hjartað opið upp á gátt. Og sumir hérna eru með hart hjarta. Ég ætla ekki að nefna nein nöfn í þessu samhengi. Alli mætti aðeins opna hjarta sitt samt. Djók. Ég er að grínast. Og stundum harðna hjart okkar þegar við förum í gegnum erfiða kringumstæð. Það er bara þannig. Stundum þegar fólk svíkur okkur, þá fáum við hart hjarta. En það sem að Guð er að gefa okkur náð núna í dag er að leyfa Guð að koma inn í og lækna hjarta okkar. Hann kom til að setja þig frjálsan. Ekki gangu með hálft hjarta, leyfðu Guði að lækna hjarta þitt. Og gangtu síðan hér út í sigri. Lyftundum nafni Drottinn sem aldrei fyrr, má ég heyra amen. Það er það sem við ætlum að gera. Og vinir, þessi kirkja er kölluð fyrir allt þetta sem ég er búin að nefna. Að sjá gullið innan með fólki. Að sjá möguleikana innan með fólki. Og við ætlum að sjá þessa kirkju tróðfulla fólki. Við ætlum að sjá fólk læknast og leysast. Við ætlum að sjá fólk rísa upp. Við ætlum að sjá fólk glatt aftur sem hafa búin að missa gleðina. Og það er ekki fyrir það að Jesús er svo frábær eða Alli heldur út af því að Jesús er svo frábær. Halleluja. Hann er nefnilega alveg með þetta. Takk Jesús. Og svona rétt að lokum, þá lofuðu þeir hver öðrum, Jónatan og Davíð, að sverðið myndi aldrei koma upp á milli þeirra. Og reyndar, áður en Davíð var konungur, þá lést Jónatan. Þegar Davíð var konungur, formlega gerður að konungi, að þá fór hann út og sendi menn út til að finna alla afkomendur Sáls konungs. Langflestir nýju konungarnir á þessum tíma fóru út og drápu alla sem að voru eitthvað tengdir fyrri konungum og svo framvegis, en ekki Davíð. Og það sem að Davíð gerði er að hann fann son Jónatans sem var lamaður. Það hafði ykkur barnapía haldið á syni Jónatans og dottið með hann og hann lamaðist. Og þegar hann heyrði að Davíð var að leita að afkomendum Jónatans, þá varð hann hræddur, eðlilega. Því að langflestir konungar á þessum tíma hefðu eitt allri ætt fyrrverandi konungs, en ekki Davíð. Vitið hvað Davíð gerði við þennan unga mann? Hann gaf honum sæti við konungsborðið sitt. Og alla framtíð þá átti þessi lami maður sæti við borð konungsins. Því að það var kærleikur sem jafnvel dauðinn fékk ekki brotið. Mætti það verða lífsins saga okkar hér í dag. Að jafnvel dauðinn einn getur ekki einu sinni brotið þann kærleika sem við berum til hvers annars. Við ætlum að lyfta hvort öðru upp og blessa. Drottinn blessa ykkur, rísum á fætur.